María, flottu fyrirhálfleikur, þriðji leikluti, hann eiginlega bara gerir út þetta eða ekki? Jú, það má segja það. Við vorum að spila fína vörn í fyrri hálfleik, spilum bara enga vörn í seinni hálfleik. Og þær skoruðu á okkur 95 stig held ég, eða 3 stig. Það gengur ekki á móti liðið eins og Snæfell? Nei, það gengur enga veginn á móti liðið eins og Snæfell. Staðan á Grindavíkurliðinu, þið eru við botninn, er draumurinn úrslitakeppni að fjarlægjast? Ég meina, já, ef við erum raunsæ þá er hann að fjarlægjast, en við erum ekkert hættar, skilurðu, en Ingibjörg var ekki með okkur í dag, hún sneri svo æfingu í gær, en vonandi verður hún komin í næsta leik. Þið eru með ungan hóp og svona reynslu leikmaður eins og Ingibjörg, þið megið illa við því að vera án hennar, ekki satt? Jú, við megum ekki, það er svolítið erfitt að vera að missa leikmenn þegar við erum svona ungar og reynslulitlar. Ingibjörg, Pálína og það er svona ýmislegt gengið á hjá ykkur í vetur. Eflaust eitthvað sem þið hefðu alveg getað verið án eða ekki? Jú, við vorum svolítið áhefnar, það má segja það, en já, það er ekki gaman. En að því sögðu, sigurinn gegn Njarðvík daginn, hann var svona kannski trompið upp í ermina að tryggja sæti í deildinni? Já, það var algjörlega, þetta var bara líf og dauða eiginlega. En þetta var mjög góð leikur og við gerum okkar besta bara. Gerum okkar besta, María Ben, takk fyrir. Takk.